Komið sæl og velkomin á fund nr. 255 hjá sveitarstjórn Dalabyggðar og hann haldinn í stjórnsýsluhúsinu að venju en örlítið fyrr í dag vegna árshátíðar í Auðarskóla. Vonandi allir að mæta þangað á eftir. En við byrjum á að leggja til að nokkur mál verði lögð á dagskrá og þau eru eftirfarandi. Lagt til að mál nr. 23-12-007, Ólafsdalur, breyting á aðalskipulagi og breyting á deiluskipulagi verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 5. Lagt til að mál nr. 25-02-005F, fundagerð fræðslunefndar, fundur nr. 139, verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 7. Lagt til að mál nr. 25-03-002F, fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar, fundur nr. 155, verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 8. Lagt til að mál nr. 25-01-003, fundagerð samband íslenska sveitarfélaga, verði tekið á dagskrá og verði dagskrárliður nr. 12. Einhver athugasemd við þetta? Þá telst það samþykkt og þá göngum við í dagskrána. Dagskrárliður nr. 1 undir almenn mál ársreikningur Dalabyggðar 2024. Við gefum orðið til Bjarka, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Hér erum við aðra umræðu ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2024. Sveitarstjórn samþykkti á síðasta fundi sínum þeim 254 að vísa ársreikningnum til seinni umræðu og hér erum við í dag. Það hafa ekki orðið neinar breytingar á ársreikningnum og lykilniðurstöðum reikningsins á milli umræðuna, þannig að hann hér lagður fram óbreyttur frá því fyrir umræðu og við höfum einnig fengið hér í hendur endurskoðunarskýrslu frá endurskoðendum okkar, þar sem farið yfir helstu lykiltölur í okkar rekstri. Það má segja að niðurstaða ársreiknings Dalabyggðar fyrir árið 2024 sé viðunandi miðað við aðstæður. Rekstra niðurstaða A-hluta jákvæðum sem nemur 2,4 milljónir króna á móti áætluðu tapi upp á 2,7 milljónir og rekstra niðurstaða A- og B-hluta jákvæðum sem nemur 46,4 milljónum en áætlun með viðaukum gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 37,2 milljónir og því niðurstaðan 24,7% yfir áætlun. Breyting rauntalna á rekstrastöðu A- og B-hluta á milli áranna 23 og 24 neikvæð 60 milljónir en var jákvæð 120 milljónir á milli áranna 2022 til 2023. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 24 nam 1.060.000 krónum samkvæmt efnahagsreikningi og eigið fé A-hluta nam 924 milljónum króna. Rekstratekjur Dalabyggðar á árinu 24 námu 1.200 milljónum samkvæmt ársreikningi fyrir A- og B-hluta en þar af námu rekstratekjur fyrir A-hluta 1.140 milljónum króna. Laun samtals í A- og B-hluta á árinu 2024 voru 514,5 milljónir króna á móti áætlun með viðaukum upp á 531,9 milljónir króna eða 3,3% undir áætlun. Launahlutfall á árinu 2024 var 45,1%. Heildarfjöldi starfsmanna í árslok 2024 var 56 á móti 72 í árslok 2023 og það rétt að nefna að Heilbrigðisstofnun Vesturlands tók yfir rekstur Silfurtúns þann 1. janúar 2024 og þar með fækkaði starfsfólki Dalabyggðar sem því nam. Lífeyrisskuldbinding hækkaði 15,2 milljónir króna á milli ára en gert var ráð fyrir 11,7 milljónir króna hækkun og hefur það áhrif á rekstrar niðurstöðu ársins líkt og endurteknar breytingar á þessum lið hafa gert undanfarin ár. Annar rekstrarkostnaður í A- og B-hluta var 580,2 milljónir króna á árinu 2024 á móti áætlun með viðaukum upp á 512,7 milljónir eða 31,2% yfir áætlun. Hlutfall annars rekstrarkostnaður 49,8% á árinu 2024. Afskriftir í A- og B-hluta á árinu 2024 voru samtals 338,9 milljónir og fjármagnsgjöld í A- og B-hluta voru samtals 9,6 milljónir á árinu 2024. Skuldahlutfall A- og B-hluta var 84% í árslok 2024 og skuldaviðmið var 35,1 og hefur það hækkað á milli ára nú þegar framkvæmdir íþróttamannvirkjur farnar af stað. Ljóst áhrif þeirra framkvæmdar á skuldahlutfall Dalabyggðar og skuldaviðmið eru og verða veruleg en hvorki skuldaviðmið né skuldahlutfall fara upp fyrir gildandi hámark sem 150% á framkvæmdatíma.
Þungi afborgana vegna eldri langtímaskulda hefur breyst og gaf svo staðreind Dalabyggð aukið svigrúm til fjárfestinga þegar undirbúningur framkvæmda við íþróttamannvirki var í gangi. Og hér í þessu minnisblaði mínu sem fylgir fundargerðinni tafla sem sýnir þróun skuldaviðmis næstu ár og eins áætlaðar afborganir af skuldum og sömuleiðis framleiðar hlutfall. En rekstur A-hluta Dalabyggðar byggir á traustum grunni eins og hann í dag, þó viðkvæmur sé og þolmörk ekki mikil gagnvart óvæntum útgjöldum. Brugðist hefur verið við að festu gagnvart þeim þáttum sem nefndir voru við afgreiðslu ársreiknings Dalabyggðar á fyrsta ári yfirstandandi kjörtímabils sveitarstjórnar árið 2022, hvað varðar B-hlutastofnanir og má þar helst nefna rekstur Silfurdúns, Dalaveitna, þar að segja ljósleiðarahlutans og félagslegs húsnæðis. Með þeim aðgerðum sem farið var í tókst að stöðva blæðingur sjóðum Dalabyggðar sem nemur alltaf 45 milljónir króna árlega og treystu þessar aðgerðir rekstrargrundvöll sveitarsjóðs Dalabyggðar til framtíðar sem því nemur. Einnig það fagnaðarefni að ríkisvaldið hefur loks samþykkt að taka yfir málefni barna með sértækan vanda frá og með 1. júní 2025. Til viðbótar rétt að nefna að létt hefur verið á eignarsamni sveitarfélagsins á yfirstandandi kjörtímabili. Þær aðgerðir og sá árangur sem hefur náðst í rekstri og starfsemi Dalabyggðar á undanförnum misserum og árum gerist ekki af sjálfu sér. Sveitarstjórn og starfsfólki Dalabyggðar þakkað fyrir samstarfið í kringum allar þær aðgerðir sem farið hefur verið í sem og fyrir afar gott samstarf þar sem af kjörtímabilsins. Ég fylgi ársreikningi fyrir árið 2024 hér með þessum orðum úr hlaði og svara að sjálfsögðu spurningum ef einhverjir eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vilja ræða ársreikningin? Einar, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn, ætla nú kannski bara að hafa þetta stutt, ég ætla nú kannski bara að taka undir hluta af orðum sveitarstjóra og þakka starfsfólki Dalabyggðar og kollegum mínum í sveitarstjórn. Ég held að sumt af því sem við höfum gert á þessu kjörtímabili sem Bjarki benti á hafa einmitt gert að verkum að við erum að skila á okkur einum ársreikning réttum með núllið og það hefur verið, ég held alltaf sé ekki að nálgast ykkur 16-20 ár þar sem við höfum verið rekin réttum með núllið og það kannski sá grundvöllur sem að gera það verkum að við getum byggt upp þessi mannvirki sem við erum í núna og ég veit að sumar af þessum aðgerðum hafa kannski verið erfiðar í fyrstu eins og að selja frá okkur ákveðnar eignir og annað en ég held að við skapast bara mikil sátt þetta og það ákveðin uppgangur í samfélaginu og það mikil jákvæðni sem ríkir og maður finnur það meðal fólks og bara ítreka svona þakklæti til þeirra sem að eiga það skilið í allri þessari vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja ræða ársreikningin? Mér langar bara sjálfur að taka undir þakkir til starfsfólks og sveitarstjórnar. Þetta gerist ekkert að sjálfu sér. Takk fyrir. Ég legg þá fyrir fundin í annar umræðu ársreikning Dalabyggðar 2024. Þeir sem samþykki ársreikningin gefur merki. Og hann samþykktur samhljóða. Næst þetta dagskrárliður númer 2 sem fjárhagsáætlun 2025 viðauki 2. Og Bjarki ætlar að fara yfir það. Gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Byggðarráð tók fyrir á sínum síðasta fundi, númer 334, eftirferðandi tillögu að viðauka 2 við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og tillaga breytingum í A-hluta eftirferðandi að það í félagsmál bætt við inn í málaflokkin 64.995.000 og skoðast þetta í samhengi við það sem ég nefndi hér áðan. Það að ríkið kemur að ákveðnum málaflokki frá og með 1. júní 2025. Þannig við áætlum þau fjárútlát sem að verið hafa núna undanfarna 3 mánuði áframhaldandi þessa út maí 2025. Þannig að það á bak við þessa tölu þarna og svo til hækkunar í fræðslumálin samþykkti byggðarráð í viðauka að hækka þá upphæð 25.350.000 krónur og samtals hækkar
samtals kostnaður í A-hluta hækkar í ljósi ofangreinda þátta 90.345 sem leiðir til lækkunar á áætluðu handbæru fé og sömuleiðis var samþykkt eignfærsla varðandi kaup á slökkvibúnaði, loftpressu upp á 2,5 milljón og það líka til lækkunar á handbæru fé en til hækkunar í eignfærslum og eignum. Þetta ekki í eiginlega rekstur. Þannig að byggðar á samþykti samhljóða þessa tillögu að viðauka en í hlutarins eðli þarf sveitarstjórn að staðfesta og ég legg þetta hér fram og svara að sjálfsögðu spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk Bjarki. Er einhver sem vil ræða viðauka 2? Þá legg ég hann til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir viðaukanum gefur merki og hann samþykktur samhljóða. Dagskrárliður númer 3 er næsta dagskrá fjallskilasamþykkt. Í kjölfar umfjöllunar byggðarráðs á fundi 332 og sveitarstjórnar á fundi 254 hefur farið fram fundur með fulltrúum fjallskiladeilda í Dalabyggð. Er öllum hlutaðeigandi sem þátt tóku á fundinum þakka fyrir umræður á þeim fundi. Hér er tillaga að uppfærði fjallskilasamþykkt Dalabyggðar lögð fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða fjallskilasamþykkt? Svo virðist ekki vera. Ég fagna bara þessu umræðu sem á sér stað og hvet bændur til að kynna sér breytingarnar og koma athugasemdir einhverjar eru fyrir aðra umræðu. Þannig að það legg ég fjallskilasamþykkt Dalabyggðar í fyrri umræðu fyrir fundin. Þeir sem eru samþykkir fjallskilasamþykktinni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 4 sem er boð þátttöku í samráði vegna tillögu að flokkun 10 vindorkuverkefna. Á 153. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar sem haldinn var 5. febrúar síðastliðinn var framlagt boð frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu þátttöku í samráði tillögur að flokkun 10 vindorkuverkefna. Umsagnarfrestur er til 24. apríl 2025. Sveitarstjóra var falið að vinna drög að umsókn og kynna fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd og sveitarstjórn áður en umsókn verður skilað inn fyrir hönd Dalabyggðar. Umhverfis- og skipulagsnefnd tók drög að tillögu að umsókn fyrir á 154. fundi sem haldinn var 9. apríl síðastliðinn og samþykkti tillögu að umsókn sem er hér til umræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn. Einhver sem ræða þessa gjörðu svo vel, Bjarki. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það liggur hérna fyrir tillaga að umsögn Dalabyggðar varðandi tillögur verkefnisstjórnar 5. áfanga rammaáætlunar flokkun 10 vindorkuverkefna og eins og oddviti kom inn á og þá tók umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar þessa tillögu til umfjöllunar í gær og samþykkti að vísa henni til sveitarstjórnar og tillaga umsögn Dalabyggðar er eftirfarandi eftir formúla sem er hérna að þessari tillögu og að sjálfsögðu verður þetta fylgi gegn opinbert með fundagerðinni að fundi loknum en tillaga umsögn Dalabyggðar er eftirfarandi. Umhverfis- og skipulagsnefnd og sveitarstjórn Dalabyggðar taka undir þau sjónarmið sem fram koma í niðurstöðu verkefnisstjórnar og helstu rökum þar sem fram kemur meðal annars eftirfarandi innan gæsalappa. Nú liggja fyrir mælingar á farleiðum hafarna hér á landi yfir töluverðan tíma. Í þeim kemur í ljós að Laxárdalur og staðsetning vindorkuvers á Sólheimum er í megin faraleið hafarna. Ólíklegt er að frekari mælingar leiði annað í ljós þar sem endurteknar rannsóknir undanfarin ár sýna mikla umferð arna yfir þetta svæði. Tillaga verkefnastjórnar er að flokka kostin í biðflokk en líklega má telja að fyllri gögn farleiðir hafarna sýni að Sólheimar skuli flokkast í verndarflokk enda teljist vernd hafarnarstofnsins verulega mikilvægir náttúruverndarhagsmunir á þessu landsvæði. Gæsalappir lokast. Dalabyggð tekur þar með undir að skynsamlegt sé að virkjunarkosturinn sé flokkaður í biðflokk eins og lagt er til í skýrslunni. Dalabyggð hefur jafnframt áður bent á nauðsyn þess að settur sér skýr laga- og reglurammi af hálfu ríkisvaldsins og vill einnig árétta það sem sveitarfélag hefur bent á að nauðsynlegt sé að setja regluverk tekjugrunn þann sem nærsamflug verkefna sem þessara búi við til framtíðar með tillit til fasteignagjalda og annarra aðstöðugjalda og að sveitarstjórn Dalabyggðar áskili sér rétt til athugasemda á síðari stigum málsins. Þannig hljóðar tillaga að umsögn Dalabyggðar og ég veiti svör ef að óskað er. Takk.
Takk Bjarki. Einhver sem vill ræða þessu umsögn? Svo virðist ekki vera að ég legg hann til samþykktar fyrir fundin. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Hún samþykkt, samhljóða. Næst það dagskrárliður númer 5. Ólafsdalur, breyting á aðalskipulagi og breyting á deiluskipulagi. Ég ætla að gefa Gullu orðið, gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það búið að vera aðeins í ferli málefni Ólafsdals og við fengum til okkar á umhverfisskipulagsnefnd á fund tillögu breytingum sem að við vorum ekki sátt við öllu leyti og nefndin stóð saman sem einn maður í því máli og við fundum með minjavernd og náðum að ég tel mjög ásættanlegri niðurstöðu. Þetta snerist í stórum hluta það að smáhýsi eða gisti einingar sem að stendur til að byggja í Ólafsdal að hvar þeir ætti að vera staðsettar og okkar mat var að það veri ekki gott að vera staðsettar og tækju fyrir útsýni úr dýrasta herberginu sem hægt að leigja í Ólafsdal. Öðru lagi að væri illa staðsettar varðandi Bratta öðrum megin við og færu í þriðja lagi inn á Beðasléttur sem að eiga að vera friðar samkvæmt öllum gögnum sem við höfum undir höndum og menn vorum sáttir og sammála það að færa þær norður fyrir skólahúsið, norður og austur fyrir þannig að þær væri ekki eins áberandi í landslæginu og það mitt mat að okkur sé óhætt að samþykkja þetta og mat nefndarinnar. Þannig að við leggjum það fyrir sveitarstjórn að samþykkja þessar breytingar sem búið er að gera. Því við teljum að það sé til hagsbóta fyrir bæði samfélagið Ólafsdal að halda því sem þar á að halda í sambandi við bændaskólann en jafnframt að það verði auðveldar að vera með rekstur þeirra frálíður. Takk Gulla. Einhver sem vilja ræða bókun umhverfis- og skipulagsnefndar? Svo virðist ekki vera, þá legg ég hana fyrir fundin til staðfestingar. Þeir sem eru samþykki bókuninni umhverfis- og skipulagsnefndar gefi merki og það samþykkt. Þá það fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 6 byggðar á Dalabyggðar fundur 334. Einhver sem vill ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera. Þá það dagskrárliður númer 7, fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 139. Mér langaði bara að vekja athygli á að sumarnámskeið, leikjanámskeið í júní verður með sama sniði og hefur verið síðustu 2 ár á vegum Undra og einnig stemt á frístundabíl úr sveitunum inn í bæ fyrir börn og ungmenni í vinnuskóla. Þannig að því bara fagna. Einhver fleiri sem vilja ræða fundagerð fræðslunefndar? Nei. Þá það dagskrárliður númer 8, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar fundur 155. Einhver sem vil ræða þessa fundagerð? Nei. Þá það mál til kynningar. Það aðalfundur veiðifélags Laxdæla. Framlagt fundaboð aðalfund veiðifélags Laxdæla. Einar Jón Geirsson fulltrúi Dalabyggðar á fundunum samanber samþykkt sveitarstjórnar Dalabyggðar í júní 2022. Einhver sem vil ræða fundaboðið? Nei. Dagskrárliður númer 10, nýjar samþykktir EBI, breytingar á kjöri fulltrúaráð EBI. Hvað vil ræða þessar samþykktir? Nei. Þá það aðalfundur Landskerfis bókasafna HF 2025. Hvað vil ræða þennan lið? Nei. Þá það dagskrárliður númer 12, fundagerðir samband íslenska sveitarfélaga 2025. Einhver sem vil ræða þessa fundagerðir? Nei. Þá það síðasti dagskrárliður númer 13, skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Bjarki. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Nokkrir mólar frá mér. Íbúafjöldin okkar núna í byrjun apríl, í þriðja sinn sá sami, þriðja mánuðin, það 669 samkvæmt íbúa sín og eins og fyrir mánuði þá er hérna Búðardalur uppseldur, það einu fasteignir á söluskrá eru gamla pósthúsið og svo eitt hesthús, þannig að það ekki eitt einasta íbúðarhúsnæði til sölu hér í þéttbýlinu í Búðardal. Það ánægjuefni að við vorum að samþykkja byggingarleyfi á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar í gær
fyrir parhús á Borgarbraut 2 og 4 sem vonandi fer af stað núna bara á allra næstu dögum framkvæmdir við og meira í pípunum og áþreifanlegur áhugi verktaka sem að velta fyrir sér uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til viðbótar við þetta hér í Búðardal. Allavega að bera símtöl og samskipti þessi vitni. Nú seinni umræða ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2024 fór fram hérna fyrir á fundinum og ég ætla bara að fá að endurtaka þakkir mína til míns góða samstarfsfólk hér á skrifstofu Dalabyggðar, kjörnum fulltrúum, sveitarstjórn og samstarfsaðalum okkar hjá KPMG. Þetta hefur gengið snöðrulaust fyrir sig þessi vinna og samhentur hópur sem stendur að málum. Nú framkvæmdir við uppbyggingu íþróttamannvirkja hafa gengið vel og verkið nánast á áætlun. Við erum einhverjum cirka 2 vikum eftir því sem að tímalínan sem var upp með í upphafi sagði, en samkvæmt verkfundi í morgun að þá er engar líkur á því að við þurfum eitthvað að fara að velta fyrir okkur að finna aðra dagsetningu heldur 4. febrúar 2026, þannig að því verður stemt hörðum höndum að það gangi eftir. Og það er eins og við sjáum þá er límtrésgrindin fyrir íþróttasalinn komin upp og framkvæmdir við grindina fyrir þjónustueininguna og búningsklefa fer af stað núna væntanlega bara upp úr helginni næstu og að verða menn hér að einhverju leyti að störfum yfir páskana og þannig að það er ekkert slegið slöku við. En þetta var aðeins rætt á fundi fræðslunefndar núna í vikunni, bara varðandi stöðu mála og við þurfum að fara að huga því að bara fara yfir í rauninni daglega rekstur af því 4. febrúar 2026 verður komin fyrir en varir, þannig að við þurfum að fara að setja okkur í stellingar bara hvað var til að mynda reglugerðir varðandi mönnun og annað slíkt. Og svo loksins komnar í loftið myndir af framkvæmdasvæðinu, að það er vefmyndavél frá eitt sem að myndasvæðið og við setjum inn reglulega skjámyndir úr þeirri myndavél. Og svo voru svo heppin að íbúi hér í Búðardal, Brynjólfur Gunnarsson, tók skemmtilega myndir hér í veðurblíðinu síðastliðinn föstudag með dróna sem hann á og við höfum dreift því á Facebook síðu Dalabyggðar. Sýnir skemmtilega afstöðumyndir af svæðinu. Nú aðalfundur SSVAF, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, var haldinn 27. mars síðastliðinn og sama dag voru haldnir aðalfundir Sorpurinnar, Vesturlands heilbrigðisnefndar, Vesturlands símenntunar og starfsendurhæfingar. Fulltrúi Dalabyggðar í stjórn SSVAF sem fyrir Ingibjörg Þórana Steinadóttir oddviti okkar og í stjórn heilbrigðiseftirlitsins Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Í stjórn símenntunar situr Jóhanna María Sigmundsdóttir og Einar Jón Gestsson í stjórn starfsendurhæfingar. Nú á fyrrgreindum aðalfundi SSVAF var meðal annars fjallað stöðu vegamála í ljósi ákalls sem sent var til forsætisráðherra og ríkisstjórnar allra þann 20. febrúar síðastliðinn. Ég ætla ekki að lesa upp samþykktina eða ályktunina en hún var send á alla fjölmiðla en tíminn líður hratt og við höfum ekki fengið neitt haldbært frá vegagerð eða ráðuneyti það að það verði staðið við þau svona fyrirheit sem við fengum í samtölum að það verði farið í sértækar aðgerðir hér í Dölum og Snæfellsnesi í sumar. Og hver dagur sem líður hérðan í frá er dýr að því glugginn sem að vegagerðin hefur og verktaka til framkvæmda í sumar er ansið þröngur, þannig að ég leiði mér að vera ekkert allt of bjassinn og við vorum meðal annars að ræða þetta í gærmorgun hér á fundi. Í raun að við þurftum að fara að taka upp þráðina 9 frá því núna í byrjun vetrar, eða byrjun árs fyrirgefiði, að fara að herja á ríkisvaldið. Nú óforlegt samtal okkar í Dalabyggð sveitarstjórn Húnaþings vestra að skoða kosti þess og galla að sameina þessi 2 landstóru sveitarfélög í fullum gangi og hafa verið haldnir 3 fundir starfshóps sem skipaður var og 1 sameiginlegur fundur sveitarstjórnar beggja eftir að þetta óformlega samtal fór af stað. Þetta voru sveitarstjórnir búin að funda fyrir þann tíma. Það voru vel sóttir íbúafundir haldnir núna í vikunni, hér í Dölum 8. apríl í Dalabúð og 9. apríl í félagsheimilinu á Hvammstanga og einnig höfum við sveitarstjórar sveitarfélaganna tveggja átt óformlega fundi meðal annars með innviðaráðherra og forstöðumenn Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Nú, við fengum til okkar góða gesti hér í stjórnsýsluhúsið þann 31. mars síðastliðinn þegar nokkrir nemendur og kennarar tónlistarskólans okkar í Öðarskóla komu og spiluðu og sungu vel valin lög. Mjög skemmtilegt framtak skólans og kunnum við þeim bestu þakki fyrir mjög svo skemmtilega stund. Og sama dag fór sami hópur einnig í MS hér í Búðardal og Silfurtún og leiku þar og sungu. Og það kom berlega í ljós að við eigum svo sannlega efnilegt tónlistarfólk hér í Dölum og ánægjulegt að sjá gróskuna í tónlistarskólanum okkar núna. Undirbúningur vegna áformum uppbyggingu atvinnuhúsnæðis hér í Búðardal í fullum gangi.
og þessa dagana er sér stað samtölu af hálfu fulltrúa í starfshópi sem við erum með okkur til fulltingis við þá sem lýst hafa verið áhuga að koma að uppbyggingunni og ég ætla að vona að það verði frekar tíðindastöðu mála strax upp úr páskum. Og eins og ég nefndi hér í inngangnum að þá hefur leigufélagi Bríet sent inn umsókn um byggingarleyfi og byggingu parhúss við Borgarbraut, þannig að það fer vonandi af stað. Svæðisfulltrúar Ungmennafélags Íslands voru á ferðinni hér í Búðardal fyrr í mánuðinum, áttu fund með undirrituðum lýðheilsufulltrúa og formanni UDN. Þessi ræddu voru þeir samstarfs- og samvinnufletir sem kunna að vera til staðar í málefnum íþrótta- og tómstundastarfs í landshlutanum. Og því tengt þá var sambandsþing UDN, Ungmennasamband Dalamanna Norður Brauðfirðinga, haldið 2. apríl síðastliðinn og íþróttamanneskja UDN var útnefnd og hlaut Jóhanna Vigdís Pálmadóttir þá nafnbót líkt og í fyrra og á þinginu var UDN veitt viðurkenning sem fyrirmyndafélag ISÍ og veitti formaður UDN viðurkenningin í móttöku. Fyrirmyndafélag ISÍ er gæðaverkefni íþróttahreyfingarinnar er snýra íþróttastarfi. Íþróttafélag og deildir innan félaga geta sótt viðurkenningu til ISÍ að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þegar viðurkenning hefur verið veitt gildir hún í 4 ár og það er ánægjulegt að UDN hafi fengið þessa viðurkenningu og ber það öflugu starfi vott til hamingju UDN. Undirritaður tók þátt í málþingi sem hafa haldið á Hótel Hamrið þann 3. apríl síðastliðinn undir yfirskriftinni Vesturland aðlaðandi búsetukostur fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu og þar komu saman fulltrúar ferðaþjónustunnar, sveitarfélaga og annarra hagaðila til að ræða móttöku, inngildingu og búsetuskilyrði á svæðinu fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu. Málþingi var haldið í samstarfi áfangastaða og markaðsstofu Vesturlands, samtaka ferðaþjónustunnar og hæfnisseturs ferðaþjónustunnar og mitt innlegg á fundinum snerist mögulegar aðgerðir og lausnir sveitarfélaga til að efla samfélagið og efla ímynd og auka aðdráttarafl sveitarfélaga, auka lífsgæði og laða að nýja íbúa til að koma og setja stað og nýttist mér vel svo vinna sem við hér í Dalabyggð höfum verið í undanfarið við smíði á verkfærakistu okkar til að nota til að mynda í varðandi ímyndarvinnu. Við tókum hér til afgreiðslu fyrir á fundinum fjallskila samþykkt okkar uppfærða og það var góður fundur sem við áttum með fulltrúum fjallskilanefnda í vikunni, formaður byggðarráðs og varaformaður og verkefnastjóri og staðgengill minn voru með mér á þeim fundi og það var gott samtal og vil ég þakka þeim sem komu á fundin fyrir gott samtal og uppbyggilegt. Félagsheimili Árblík er nú komið í söluferli samkvæmt ákvörðun byggðarráðs og óskaði eftir tilboðum í eignarna og eru upplýsingar aðgengilegar á fasteignavefum miðlana þar að segja mbl.is og vísi.is. Sameiginlega fundaröð Bændasamtaka Íslands og atvinnuvegaráðherra er nú í gangi og mættum við nokkur héðan úr Dölum á fund sem haldið var í gærkvöld á Hótel Hamar. Fjölmennt var, kannski vægast sagt, á fundinum, stútfullur salur og umræður góðar og ljóst að bændur eru mjög samstiga í áherslum sínum nú í aðdraganda þess að viðræður nýjan búvörusamning er í farvatninu. Árshátíð Auðaskóla verður haldin í dag klukkan 17 í Dalabúð. Það er ljóst að er ræða líkt og fyrir ár metnaðarfulla dagskrá verður spennandi að sjá og heyra. Ég hvet sem flesta til að mæta og njóta. Og lokum vil ég minna á Jörfagleðin okkar í lok apríl. Dagskráin hefur verið gefin út og ber merki metnað og fjölbreytni og vil ég þakka öllum þeim sem hafa komið að undirbúningi og utanumhaldi því svona dagskrá er ekki hristframur erminni án góðs undirbúnings. Tökum öll þátt og ræktum saman okkar góða samfélagi hér í Dölum og með skýrslu minni sem er aðgengileg með fundargerinni fylgir slóð á dagskrá Jörfagleðinu. En takk fyrir mig að sinni. Takk Bjarki. Einhver fyrir að ræða skýrslu sveitarstjóra. Þá ætlum við að vinda okkur í fundagerð en næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar er 8. maí klukkan 4. Og ég tek undir með Bjarka, bara vonandi eru sem flestir að mæta árshátíð Auðaskóla á eftir, það verður örugglega góð skemmtun. Takk í dag, fundi slitið.